Góðan daginn og velkomin á þessu stund sem við orðið þekkjum allvel og ekki, það hvað, við aldrei líkt að náða. Ekki meiri ásókn í þetta en þetta. Ja, það nú allt í lagi. Menn gera þetta bara eins og þeir vilja. Og aðalatriðið að sá sem hefur ætlað verkið hann sinni því og hann hefur þó gert sitt. Þetta eins og bara predikarinn og kennarinn í fræðunum, hann hefur gert sitt í guðlegum fræðum, hefur gert sitt, hafi hann á annar borð bara farið rétt með. Hvernig það taka við bara ekkert á ábyrgð eins nema hans og hennar sem að heyrir og ætti að vilja nema. Það ekkert á minni að þinni könnu að meta þannig hvernig þau mál eru. En eitt geti gert, og þú með mér og við getum farið rétt með það sem við erum að gera. Gerum við það? Ég nú nokkuð viss það að heilst eftir Guðsmaður, hann leitast eftir því að fara rétt með og vera Guði sínum til sóma. Ef hann fer ekki rétt með, sér hver maður, hann getur ekki verið Guði sínum til sóma. En það svona markmiðið og keppikefli okkar og ég raun á veru, strangt til tekið, þarf ég ekki að hafa neinar áhyggjur af neinu öðru nema því að gera það rétt sem Guð hefur fært mér upp í hendur. Og þá ég hreinn og beinn frammi fyrir Guði, réttlættur á honum og ég get ekki gert neitt nema þá að gera þetta eins og drottinn vill. Þannig að við getum ekki heldur lagt einhverja byrðar á einn eða neitt nema þá þessar byrðar ef við viljum. Hann gerir það sem hann gerir rétt. Það alveg sama í hvaða stöðu við erum í kirkjunni. Þetta allt saman stöður sem drottinn sjálfur hefur kallað í og hann ætlast til þess að hver og einn gerir það sem hann uppáleggur. Og ef hann gerir það, þá líka fer hann réttlætur frá þann daginn og svo koll á kolli. Þannig að þetta alltaf sama sagan að við verðum alltaf að draga hring utan okkur sjálf hvað okkar trú varðar. Og við verðum alltaf að gera þá kröfu til okkar sjálfra að við og það sem við erum að gera standist frammi fyrir Guði og hann mælirinn þarna. Engin annar mælir. Þetta ábyrgðin sem við höfum þetta kristna fólk. Hvar í stöðu sem við erum? Þá þetta ábyrgðin að við gerum vilja Guðs í hvívetna. Og það til leið til þess að vita hann, við lærum upp úr orði Guðs. Og við gerum það sem hann hefur uppálagt að gera og við til að mynda af þeirri ástæðu sækjum safnaðarsamkomur okkar því að það klásúla það í orði Guðs Nýja testamentinu. Þannig við þurfum ekkert að fara inn eina grafgötur það hverju vilji Guðs. En við þurfum að vita hann, við þurfum að skilja hann og við þurfum að gera hann. Og það ábyrgð hvers og eins einstaklings og engin og engra annara. Við verðum að muna eftir þessu að segi þetta með mér, ég ber mína ábyrgð gagnvart Guði sem einstaklingur, sem þessi trúaði einstaklingur. Og þar vil ég vaxa, þar vil ég dafna betur og meir og geta alveg gert að því ég hef allt í mér til að þannig sé málum háttað. Þannig að ég bendi ekki á einn eða einn sem að þess og hinn standi sig ekki nógu vel. Ég get alveg spennt spjótanum að mér en ekki sama hjá mér, ég þá nokkuð að standa mig neitt sérstaklega vel? Já, hverju svara ég? Ég svara því játandi, ég hef staðið mig vel. Af hverju? Að því ég veit og þekki vilja Guðs.
Er þetta ekki hroki? Örugglega í þínum augum. En þetta er ekki hroki, þetta er bara sannleikur. Og hvert og eitt okkar, við getum náð þessu marki. Ef við stefnum að þessu marki, þá getum við náði. En til að ná þessu marki og vita hvað þetta snýst, þá þurfum við að þekkja orð Guðs og við verðum að viðurkenna og játa Guð í sannleika fyrir okkur að hann er það sem við stefnum að beygja okkur fyrir. Og við gerum það. Og Jesú býr í okkur. Við tilheyrum honum með rosalega beinum hætti, það er nú ekki hægt að tengjast neinum öðrum með beinni hætti en þessum hann er í manni. Engin maður getur verið þar. Jesú getur verið þar. Af því hann getur allt. Og hann er andi sem tekur sér bólfestu í mér fyrir sinn heilaga anda og þeir eru alveg í beinu sambandi. Það er eiginlega það sama að vera með Jesú í sínu hjarta. Þeir eru í stöðugu sambandi og talast alveg endalaust við með þennan mann sem að hér er til að hann segi og hafi vilja til þess að frambera það eitt sem að Guð uppáleggur. Og þetta er alveg hægt. Ef ég geta, þá getur þú það líka. Já, þetta er alveg hægt. Ef við þurfum að vita þessa þætti og réttlætur stend ég þegar ég geri það sem er rétt og það sem Drottinn hefur uppálagt mér að gera. Þá stend ég réttlætur fram yfir honum. Og við þurfum öll að hugsa svona. Hvar í stétt sem við erum annars í kirkjunni? Það er enginn sem hefur neitt meiri ábyrgð en aðrir og allir hafa náttúrulega alveg rosalega ábyrgð og hún er að gera vilja Guðs eins og hann fer fram og gert sé. Og hann skilur okkur ekkit eftir eina þannig, já, komum við nú, ferð þú og þú gerir þetta og ég þarf aðeins að skreppa hérna frá, ekki eins og að reyta á þetta. Nei, hann er með mér allan tíman. Þetta er sá Jesús sem ég þekki, þetta er sá Jesús sem ég hef gengið með í yfir 30 ár og hann er enn hins sami og ég þarf að gera enn það sem hann uppáleggur og ég geri það með fúsu geði að því ég elska að gera vilja hans, frambera hann og í þeirri trú og í því trösti að bæði ég og margir aðrir hafi af blessun og það er markmið. Þetta eru fjölföldunar áhrifin sem að eftirfylgni við Krist er. Þetta hefur góð áhrif á fullt af fólki þess vegna, hver marga veit ég ekkert um. Þetta er skylda mín, að gera það sem Drottinn segir mér að gera. Og ég geri það og ég stend til réttlættur frammi fyrir honum. Hvar í stétt sem við erum í kirkjunni, þá er þetta það sem að eftir stendur eftir, já, daginn þess vegna. Já, gerði ég rétt andspænis Drottni í dag. Og ég bið það, já, að við öll bara svörum því játandi. En þó við hrösum lappirnar á okkur sjálfum og þá vitum við að hann er líka okkar árnaðar maður frammi fyrir föðurnum. Við þurfum að koma með það sem við gerðum rangt og sjáum að var rátt fram fyrir hann og hann fyrirgjör okkur það og anspænis föður sínum. Þannig við erum áfram hrein gagnartónum vegna Krist sem talar okkar máli. Mundu hvernig þetta er. Og það er mjög mikilvægt að muna hvernig þetta er. Því að það er svo auðvelt að gleyma ýmsu. Því við erum náttúrulega bara menn og við erum manneskjur sem að já, gerum því miður ekki alltaf það sem er rétt en við getum gert það sem rétt og gert alltaf með því að lúta honum. Nú er dagur sem ég þarf að lúta honum á. Ætla ég að gera það? Ég er nú að því hér og nú og ekkert minni það. Og þannig hafa nú þessi dagar gengið hjá mér allavega í gegnum þessi yfir 30 ár. Að maður hefur lotið honum. Og þólað þess vegna súrt og sætt, eins og við öll gerum við, þólum öll auðvitað súrt og sætt og þurft að mæta alls konar sem að maður átti aldrei nokkurn einasta þátt í en fekk yfir sig og það er ekki spurt um það. Svona bara er lífið, svona bara er fólk, það er bara eins og það er. Það er best og grænt í sér, það er hérna viðkvæmt og
og allt saman það, og þetta hefur allt sínar afleiðingar. Að vera fyrir vonbrigðum, að verða aftur og aftur fyrir höfnun, já, það nú eitt atriði, að auðvitað tekur þetta á, auðvitað getur þetta haft áhrif á manneskju. Við erum bara sem við erum ofta að gera væntingar til annara sem þeir og þær get ekki staðið undir. Þetta ekki rétt. Af hverju? Kannski erum við bara eigingjarna manneskjur og baku við allt. Og þessar eigingirni vitum við og viðkennum að við þurfum að deyja. Og núna þarf ég að beina spjótunum að mér sjálfum eins og alltaf áður. Ég þarf að deyja þá þessu ef ég er haldinn þessu. Er ég haldinn þessu? Örugglega að einhverju marki, já, eins og allt annað fólk. En ekkert haldinn af þessu. Ég er nú ekki sú týpa. En ég er eins og þú og maður þarf að vera að glíma við þetta allt. Og ég hef Drottinn með mér. Og hann stendur keikur með mér. Og setur þess að ég geri það sem hann vill gera og er þá að gera rétt. Því hann gerir alltaf rétt. Er ekki það sem við kennum? Jú, við erum þá að kenna réttakennslu. Þannig við erum ofta að kenna réttakennslu. Það er ekki málið. En vandinn kannski oftar er hann að við sem meðtöku kennsluna erum ekki alltaf að fara eftir henni. Af hverju? Hver svarar því? Ég veit bara ekkert það. Ég bara hef ekki hugmynd. Og maður svo sem hefur heyrt marga kennsluna og ekkert alltaf endilega farið eftir henni, en er það mitt val að gera það eða gera það ekki. En samt er það þannig að kennsla í Jesú nafni, hún verður eftir og hún byggir upp í manni ákveðin styrk, að því hún er, þó við veitum ekki af því, að vinna sitt verk í okkur. Og það er styrkurinn sem Kristur gefur. Hann talar, það er alltaf byrjun, hann segir eitthvað, talar eitthvað, og það verður eftir og allt saman það, við sjáum engan mun þannig séð, en þetta er alltaf vinna. Akkur, að það er komið í hjarta til að hægt sé að vinna það, og hann vinnur það, þar, fyrir mig, fyrir þig, sem einstakling. Hann er alltaf að fást við einstakling, alltaf. Það er verkið, það er markmiðið, að fást við einstakling. Og ég og þú erum einstaklingar. Við elskum Jesú sem einstaklingar. Við eigum einstaklingsmiðaða trú. Og Drottinn notar hana til þess að byggja þennan mann upp, og þú bendir á þessa manneskju, og þú verður og við verðum það sem hann vill að við séum. Og getur byggt þetta upp hraðar þegar við náum loksins því marki að deyja, já, ýmsu í fari okkar. Deyja því, þá rís hann upp og við verðum stærri partur af hjarta okkar. Það er það sem við viljum. Það sem við viljum virkilega að sé. En gengur brössulega með að það er svo margt sem sækir á okkur. Það þarf svo lítið til þess að sveifla okkur til í hug og hjarta. Að því við erum kannski svo eigingjarna manneskjur í raun og veru. Oft erum við það, eigingjarnt fólk. Og erum kannski á þeim stað að hafa aldrei meðtekið það sem Drottinn er með rétt. Við erum soddan sveimhugar oft. Við erum svo einhvern veginn vissum að það sem við erum að gera sér rétt, og svo við stundum að ef að orðguð sér rekst á það, þá bara ítum við til liðar, við veitum betur. En orðið veit alltaf betur. Þess vegna lærum við það, við beigjum okkur fyrir því og tökum það upp og gerum það. Og svo sjáum við þetta árangurinn af því. En ef við förum aldrei inn á þennan veg, hvernig ná þá einhvað að breytast? Og hvernig förum við inn á þennan veg nema fyrst að hafa séð þessa leið? Og okkar leið og vegið og metið og segja, þessi er miklu betri leið og ég ætla að fara hana.
Og þá kemur einhver bætingin í þitt líf og mitt líf sem ég sé eftir á að þetta nú bara miklu betra svona. Og ég á mér nokkrar svona sögur sem ég segi og stend á, þetta miklu betra svona. Af hverju? Að ég leyfði Guði að taka mér taki. Þetta allt saman frá Jesú komið þegar þetta að gerast og verður svona umskapnaður í hjartanu, því þetta ekkert annað en umskapað hjarta, sem hann getur umskapað hjartað alveg aftur og aftur. Og það í þessum litlu hlutum sem voru aðeins að bögga okkur, og voru fyrir vikið og við sæjum það ekki sem litla hluti, voru fyrirferðar miklu hlutir sem bara þvældust fyrir okkur. Það er ekki rétt. Það er þetta sem Drottinn að vinna bug á fyrir mig og þú bendir á sjálfa þig. Því hann að eiga við einstakling. Alltaf einstakling. Trúin einstaklings og hann sinnir einstaklingi. Mér og þér. En hann alltaf hefur utanum þetta allt með ýmsum hætti. Við höfum félagskap hvort við annað og hann alltaf hvetur okkur til þess að vera með félagskapin kristið fólk. Og leyfum Drottni bara velja til okkur fólkið sem að vill að sé í kringum okkur. Ekki það sem fólkið fullkomið. Það er náttúrulega maður búin að sjá alveg lengi og gerir engar athugasemdir við. Ég lít nú ekki á sjálfa mig sem en fullkomna mann, ég veit að þú gerir það, sem þekkir mig. Allir það að þú bara sért ekki stundum ánægður með þannig ágætismann og stundum ekki, eins og gengur og gerir. En við beygjum okkur fyrir því að hann er Guðsmaður. Já, við beygjum okkur fyrir því að hún er Guðs kona. Og stoppum þar. Og það er þetta sem Guðsmaður, Guðs kona. En öll eru við eins og við erum. Við erum mjög nýtt. Sumir á okkur og sum á okkur eru alltaf kvartandi. Þú voru aldrei séð það að ég sé það. Hún er bara stopp þar. Ég bið Guðum að ég fyrir stopp. Ég kvarta í stundum. Ég vil nú ekki viðurkenna að ég sé bara stopp þar. Ég get alveg viðurkennt eða lotið í lægra haldi fyrir sum. Það er allt í lagi. Ég er í raun og veru maður friðar. Og maður friðarins þá stundum að sleppa einn til að þetta merkilegi friðar sem ekki þótt að gleyma þetta. Þetta er eitt af því Drottinn að við hlutið á þetta. Ef við höfum gleymt. Við gleymum ýmsu. Að í grunninn erum við svo oft þetta eigingjarna fólk. Við sjáum það ekki, og það er vandi. Þetta við Drottinn alltaf að tala í raun og veru sömu ræðina. Að við erum alltaf að fást við þetta. Þess vegna líka segir Drottinn, þú Konráð Guðmann, þarft á mér að halda fyrir ég segir það. Hann er það sem að ætti að stjórna öllu í mínu lífi. Ég held ég getur nú alveg fullyrt að já, hann stjórnar æ meiru af mínu lífi. Það held ég getur fullyrt. En enginn er fullkominn þar frekar en annars þar. En breytir ekki fullkominn í Jesú. Hann heldur áfram að vera þetta fullkominn. Hann fást við ófullkomleika mig. Það segir það líka. Ófullkomleika mig. Þetta við ég. Það er það. Það er ekki að telja. Það er orðað mikið. Þetta bara var hvað gæður að þetta?
ræða og ég fyrir mína parta og þú fyrir þína. Við lefum orðið Guð tala til okkar inn í okkar líf. Þá kemur nú stundum með hlustum sem gengur ekki neitt, gengur hvorki né rekur hjá og okkur finnst það alveg svakalega. En við megum ekki vera það. Já, okkur hefur gengið margt mjög vel. Það stoppa við það. Við blásum okkur með styrkjum. En við eigum margt sem hefur gengið vel. Við erum breytt fólk vegna þess að við leyfum Kristi að vinna með okkur. Og hann snýst þetta allt og hefur alltaf gert. Kristur hefur nefnilega ekkert breytt sig. En hvað með þig? Og mig erum við ennþá sömu þverhausarnir og við höfum alltaf verið. Við viljum ekki viðurkenna þannig og ég held að við séum að taka rétt á málunum með því að viðurkenna það ekki, því að Drottinn hefur nú fengið að breyta okkur, kollunum og kellingunum bara nokkuð mikið. Og hver á nú heiðurinn af því? Og hverju viljum við gefa dýrðina af því? Kristi, Jesú. Svo langt erum við komin í fræðunum, við megum alveg eiga það sem við eigum. Svo langt erum við komin í fræðunum að við erum komin á þennan stað að við gefum Drottni alla dýrð af velferðinu okkar. Ég geri það. Og ég bakka ekkert með það að velferðin mín, hún Drottins. Hann hefur aðeins sér að svo málum að velferðin mín bara, já, í raun og veru á ég ekkert í henni í raun og veru, nema bara það að ég hef bara játað Jesú og gert vilja Drottins. Hann sér rest. Allir þessi sigrar sem að ég á ábyggilega jafn mörg og þú. Þetta allt saman eitthvað sem Drottinn hefur bent mér á. Og við getum séð, já, í orðið Guðs að það stendur það. Já, að hafa lag á sínu fjármálum, þvílíkur léttir það. En þú kannski þekkir ekki þennan léttir að þú ert á kafi í einhverju og þú ert alltaf með áhyggjur á þessu einhverju og ræður ekkert við þetta eitthvað. En ég segi þér, ef ég gat að ráða við það, þá getur þú það líka. En það gerðist ekkert þegar ég sá. Þetta þarf að fara, sagði ég. Og ég gekk í málið með Guðs hjálp. Mundu það, með Guðs hjálp. Og ég sagði, ekkert mál. Ég segi þetta svona að því ég sagði þetta svona sjálfur á sínum tíma. Ekkert mál. 4 árum setna sem að ykkur hann hefði hann nú ekki að standa í þessu. 4 árum setna var þetta frá og í þessi 4 ár fann ég aldrei neitt fyrir þessu. Mér hlakkaði bara til að losna og tilhlökkurinn kom í öllu sínu veld og ég segi, ég ætla aldrei aftur að fara inn á þessa braut. En þarna heimurinn alveg svoleiðis kikkfastur og freistingarnar út allt að gera þetta. Það heitir að taka lán. Það ein svo arfa vitlausasta hugmynd og hugdetta og framkvæmd sem menn gera. Með því að gera þetta ertu að rýra ráðstöfunartekjurnar þínar alveg helling. Alveg helling. Ráðstöfunartekjurnar þínar eru ekki miklar. Hjá mörgum eru þær ekki. Ég var einn af þeim sem var það. Lunga mig af minni ævi losnaði við fyrir kannski 15-17 ára. Ég hef við mig. Ég segi, ég ætla ekki aftur að fara út í þetta.
Þess vegna það þannig í dag, ég þarf nú reyndar að passa mig, ég hef nú verið svolítið kærlaus núna og ég þarf að fara að sparki eitthvað á mér aftur, að þetta hefur allt saman gengið upp og ríflega gengið upp okkur. Af því að Drottinn blessar þessi verk, af því að hann lagði þau til og ég tók við þeim og hann stóð með mér allan tíman. Og hann sér ekki eftir því sem hann gerði. Það hann sem heldur mér vakandi og ég að tala eins og ég tala. Þetta líka ámenning til mín að standa mig í stykkinu. Þetta svo Guð sem ég þekki. Þetta svo trú sem ég á til og þetta eitthvað sem að mér finnst ástæða til að tala við þig og fólk og gera það hér með. Þetta bara mín reynsla. Og mín reynsla frekar en þín reynsla sönn. Þín reynsla líka sönn. Hvernig hún En ég veit að þetta akkilesarhæll allt of margra. Ef þú hlustar á fréttir og annað, þá sérðu að þema fréttana hún fjallar þessi mál. Fólk hefur ekki nóg að bíta og brenna. Það líka, ég ekki að gera lítið úr því að menn hafi lítið á milli handana. En það líka ástæðan að menn eru með allt of mikið á sér. Ég held að við munum öll viðurkenna þetta svona á baku við allt. Kannski verður ægilega fúl í framan þegar þetta heyrir. En ég held á baku við það, við vitum við betur. En við höfum kannski ekki lagt mat á þetta með þessum hætti. Þú gerir það ekki og ég gerir það ekki fyrir en að sjá það fyrst. Þú segir, heyrðu, þetta vandinn. Þarna liggur margur vandinn hjá mörgu manninum og konunum. Og þú veist hvað þetta að gera. Þú sérði ekki að lífið geti gengið án þess að taka lána eða hvernig svona aðeins. Ég get ekki lán núna í 15 eða 17 ára. Ég man bara ekki hvernig ég var þetta sé ekki bara komið 20 ára. Það skiptir engum máli, ég allavega hættur þessu. Sér hann lítur og þokkar út þessi gamli kall, ungi maður. Gamli kall. Má ekki segja gamli kall. Þú mátt segja það við mig alveg þegar þú vilt. Þið er alveg saman. Ég veit að ég nenni ekki að vera eltast við þessa pempíur á mótum. Maður er alltaf að vanda sig með allt maður og má ekki segja neitt og bara komið skeið og hann og hvern og hann. Ég vil ekki vera það. Margir reyndar eru ekki þessi típa heldur. Að vera að setja sig á okkur háan hest, hver hefur efni á því? Hver margir ekki að rífa sig upp á okkur háan hest? Af hverju? Af hverju gera menn það sem þeir gera? Vegna þess að það eitthvað að í hjartan. Það nuttar á þar. Og það brýst fram í þessari skertu sjálfsmynd sem nú grunnurinn að svo mörgu hjá okkur sem ekki kannski að gera okkur neitt gott. Kemur þessu ólægi á í raun. Ef við hættum að sjá það sem þó gott hjá okkur. Ég lofa þetta. Það gott í þínu lífi. En þú þarft að sjá það. Sé ég það? Ég sé það betur já, en margt sá ég ekki. En að því ég Guðsmaður og Guð tala til minn og sýnir mér ýmislegt, þá hefur hann verið að sýna mér ýmislegt, sem já, þetta var alltaf gott. Alltaf gott. Margt í lífinu hefur verið alltaf gott. En þetta hefur ekki verið tómur sorti og seira. En allt þetta þarna og við stakkurum. Ég held þú vitir það nú og það synd í heiminum. Og syndin svakalegt af.
ef menn sæju syndina eins og syndi þá hrysið þeim hugur. Þeir sjá hann ekki sem þetta. Og þeir jafnlega gantast með þetta orð synd. Syndi, ég syndgaði nú svolítið í gær. Og eru bara harla rognið með sjálfan sig. En að syndga grafalvarlegt mál. Þannig að syndin, hún dregur eftir sér ásökun. Þegar freistingin kom og þú sást einhvern hlut, steindauðan hlut, þetta ekkert annað steindauður hlutur en ég geta vissu nýtt mér hann og þannig þetta. Hún gæði svo mikið til þess að eignast þetta. Einu sinni voru teknir víxl og það kom fyrir, maður gekk við því á vangastjóra, vagnstjóra. Hvað ætlar hann nú að gera við þetta, segir vangastjórinn. Hann alltaf sagði eitthvað, svakafla að kaupa sér húsgagn eða eitthvað. Og stundum fekk maður nú enga víxil sem betur fer. En stundum fekk maður hann og keypti sér þetta sem hugurinn vildi á þessum víxlum sem maður þurfti að greiða af og var alltaf í basli með því ég var svo kærulaus með peninga. En það ekki lengur, að maður hefur lært, myndu það. En þetta var svona og þetta ennþá svona, þetta orðið miklu einfaldar og auðveldar að gera. Ég held að ef menn vilja í dag, þá geti ég bara tekið lán, já, ykkur staðar. Vita svo sem að þið þurfa að greiða þetta tilbaka, en hugsa ekki svo langt að ráðstöfunartekjurnar séu nú ekkit rosalegar. Við kenna það svona inn á milli, við veitum alveg hvernig þetta er. Að því maðurinn sleginn blindu. Og að því hann sleginn blindu þá hugsar hann ekki alltaf rökrétt. Þá þarf Guð til að ná þessu frá degi til dags. Þá þarf trú á Jesú til að ná þessu frá degi til dag og þetta stendur þetta boða. Og hvað segir það meira? Þú ert án afsökunar. Hjálpræðið til, það komið. Hjálpræðið heitir Jesú. En það ráðist á þetta aftur og ítrekað af syndinni. Ég var að tala um áðan, hún grafalvarleg. Já, hún svo grafalvarleg að hún gerir allt sem hún getur til þess að halda frá því besta. Og hvernig talar þetta til því? Ég veit það ekki. En ef þú átt Jesú í hjartaðinu þá bara talar þetta réttilega til þín. Og þú segir það er alltaf gott hjá kallinum. Það er alltaf gott. Ég tek húun ofan fyrir því og setja hann á mig aftur. Ég er ekki húfukall en ég nota hann oft í mynd. Ég veit ekki af hverju. Já, ég stundum húfukall, ég er nú svona verða meiri húfukall vegna þess að ég með þetta fyrst og fremst til þess að geta sýnt flotta hú í mynd. Mér finnst það viðeigandi, þið finnst það nú örugglega alveg svo óviðeigandi að vera vel til húa maður. En þú ert ekki ég. Og þú mátt alveg gera þetta eins og þú vilt. Alveg sem ég má gera þetta eins og ég vil. En ég segi, ég gera þetta eins og Guð vill. Akkur, og ég ekki Guði gefin. Þá ger ég þetta eins og Guð vill. Og hvernig þetta sama, sem átt þetta sama og ég, gerðu Guðs vilja. Og hvað vill hann að þú gerir í dag? Og ég segja þér það, gerðu það sem er rétt. Það vill hann segja við þig. Þú segir, ég vil nú gera það sem er rétt. Hann segir, gerðu það sem er rétt. Ef þú veist það. En þetta getur vafið sér mönnum að gera rétt. Það er svo mikið af freistingum maður. Vá maður. Og þessi hlutur og hinn hluturinn. Og það er ekkert enn á reikningnum.
Ekki bara að milli vera að eitthvað strákar og kaupa okkur þetta. Jú, við gerum það. Við höfum lagt byrðar á axlirnar á okkur og voru það nú að fyrir og erum alveg að slega stundan þessu. Þetta er að drepa okkur. En samt kemur ekki hugsunin upp krakkar. Okkur losu okkur ekki við þetta. Hún kemur ekki upp. Syndin hindrar það að þessi hugsun komist upp. Og ef hún kemst upp, þá ræðst hún á hana. Ítir henni út. Ekkert svona, minn kæri. Syndin vill hafa tangarhald á þér. Og þetta er allt saman eitthvað sem veldur áhyggjum, þungum hugsunum og depurð og kvíða og ótta. Og syndin hefur algjört vald á þér. Man ekki gera lítið úr mætti syndarinnar. En þú getur varast þetta. Varist þessu. Þú segir, Drottinn, hér er ég, þetta skeiði, fyrirgefðu mér og ég ætla að hætta þessu hér og nú. En þessi yfirlýsing getur ekki komið nema fyrst að sjá. Þetta sé ekki eitthvað orð frá kalli eða kellingu sem er að skipta sér af manni, sem henni kemur ekkert við. Það er rétt. En það er enginn að skipta sér að neinu. Aðeins verið að segja það sem Drottinn er að tala. Af hverju? Því það er blessun í því sem hann er að tala. Þess vegna segjum við það. Að öðru leyti varður okkur ekkert líf annara mann og kvenna. Við biðjum og getum auðvitað beðið fyrir því og gerum það að bara mönnum farnist vel. Og við meinum það. Ég hef heyrt mann segja þetta. Ég held að hann ekki mynda. Það kom í ljós seinna. Það var ekki gildi á með hann að sagði þetta. En svo seinna kom það í ljós að hann meinti þetta ekkert. En við erum fólki sem meinum þetta. Þegar við segjum þetta. En þá, akkur segjum við eitthvað meinuðu, já, vissum ekkert hvað við vorum að segja, já, því við þekkjum okkur ekki alltaf sjálf. Það látum ýmislegt vara, svo kemur eitthvað að ljós, og það raundi allt. Og við rámaði öllum, og svoleiðis fallegum sjónmassig. Það hefur ekki enn gerst, stakkur höfu. Að hann gerir enn það sem er rétt. Það sem Guð hefur uppálagt við hann að gera, það er hann ennþá að gera. Og ég hef þetta beðið það að sama gildum þig, en ég veit ekkert það og ræðingum það. Ég er bara konur Hafnarfirði. Við erum alveg sáttum með það. Konur Hafnarfirði sem í dag býr í Hafnarfirði. En hefur nú ekki búið þar í mörg ár, hvenær var ég síðast í Hafnarfirði, strákar? Það er, maður er alltaf búin að vera þarna á þessu svæði. Ég kom til Hafnarfjarðar frá Norðfirði, Neskaupstað, 1998, já, ég er nú alltaf mannaldur töluna. Svo flutti ég í Kópavog. Svo flutti ég í Reykjavík. Og Reykjavík til Hafnarfjarðar. Hvað var ekki 2000? Staðfest. Er ég. Og þar er ég enn á mínum heimaslóðum í mínu fæðingabæ og ég hef aldrei kunnað betur við mig í Hafnarfirði heldur en akkurat núna. Kannski vegna þess að maður er komin á sinn fæðingastað eða svona í fæðingabæin allavega en ekki á sinn fæðingastað. Það er einhvern veginn taugin, hún svona það sem á staðinu sem að fættist í, hún einhvern veginn virðist nú hafa áhrif á mann. Og það er alltaf að leifa þessu bara, já, eiga mann. Það er ekki drangt við það. En við lofum Guð. Og við gerum það sem er rétt og segjum sannleikan. Hvað er sannleikur? Þú veist hver sagði þetta. Það var margir sem hafa sagt, hvað er sannleikur? Jesús er sannleikurinn. Það var þá. Segirðu? Kannski. En það kom tími og Konráð Rúnar Friðriksson segir þetta gott í dag
og heldur þessu góða verki Drottins áfram og ekki verra að þú biðjir alveg svakalega mikið fyrir þessu.